Komið sæl og verið velkomin í beina útsendingu frá formlegri opnun Marriott hótelsins í Reykjanesbæ. Hjá okkur lykil fólk frá Aðaltorgi sem aðal eigandi hótelsins og við erum með Ingvar Eyfjörð hér, Hans Prins sem hótelstjóri, Hjörtur Gíslason og Rósa Ingvarsdóttir, stjórnarfólk. En Kjartan Már Kjartansson ætlar að opna hótelið formlega með því að kveikja hér ljós og þá það yfir til þín, Kjartan. Já, það ekki eftir neina að bíða. Ég segi bara við ykkur, kæru vinir, til hamingju með daginn og gangi ykkur vel. Og nú teljum við þetta niður. 3, 2, 1 og dank! Já, það má fagna þessu en við hittum ykkur eftir smá stund. Í millitíðinni ætlum við að sýna ykkur aðeins inn í hótelið og svo ætlum við að ræða við þessa kappa hér eftir smá stund. Sjáumst rétt og eftir. Kjartan Már, bæjarstjóri í Reykjanesbæ, þetta lítur nú að vera eitt af ánægjulegri verkefnum sem þú ert búin að vera að gera undanfarið? Já, undanfarið, þau hafa nú verið alls konar en þetta vissulega eitt af þessum skemmtilegu augnablikum og frábært bara hjá aðstandendum hótelsins, Ingvari Eyfjörð og Rósu og öllum sem að þessu verkefni koma, fylgjast með þeim og kraftinum í þeim og þau okkur fyrirmynd bara. Skiptir máli að fá ný fyrirtæki og þetta svolítið sérstakt. Þau í ferðaþjónustu sem ekki mjög hátt uppi núna? Nei, það rétt og já, það skiptir máli að fá ný fyrirtæki og þau hafa greinilega trú á framtíðinu og það, eins og ég segi, það mikið fyrirmynd og svona gefur okkur gott fordæmi og öðrum í ferðaþjónustunni að halda áfram og við eigum náttúrulega hér mörg önnur góð hótel á svæðinu og þetta bara eitt í viðbót enda hvað ætti að byggja hótel ef ekki næst flugvöllurinn og við erum svo sem búin að vera líka í að undirbúa uppbyggingu hér á þessu svæði í nærumhverfi flugvallarins í samvinnu við Suðurnesjabæ og Isavia og Katvigo og síðast ekki síst landeigandann sem fjármálaráðuneytið eða ríkið og nú erum við að fara að setja það í útboð þessu ári á Evrópska efnahagssvæðinu, skipulagsmálin hér í kringum flugvöllinn og þá held ég að þetta hótel og vonandi fleiri hér niður í bæ verði svona þungamiðja í þeirri framtíð.
Þannig að þetta bara jákvætt á alla vegu og það allir að vona að hlutinni fari aðeins að gerast á næstunni. Já, þetta bara virkilega flott verkefni hjá þeim og ég vil bara óska þeim innilega til hamingju og færa þeim kveðjur frá bæjarstjórn og íbúum öllum. Við höfum öll trú á þessu. Hótelstjórinn kemur frá Hollandi og vanur hjá Marriott. Hans Prins, are you ready? Yes, we are ready. All the COVID measures are in place. The kitchen is ready. We have trained the staff. We are absolutely ready to invite everybody to come to our restaurant. Are you excited? There are some strange times now. Yes, but I think the travel will start in 2021 and therefore we want to be the leader in the market and we think that it's a good idea to start now to be very positive about 2021. Do you think Iceland has a lot of opportunities and are you optimistic about the future here when COVID is over? Absolutely. I think that Iceland is ready to invite all the international guests again. It is a shame that we had to wait for some while, but I think Iceland has a lot to offer that people are looking for all over the world. Something that has surprised you here in Reykjanesbær, Iceland? Yes, it's especially the nature and the beauty of the nature. I think that there are very beautiful spots around Reykjanesbær, and I think that the future guests can explore this. Thank you. You're welcome. Ingvar, þú náttúrulega búin að vera að bíða eftir þessari stund að fá að opna formlega hótelið. Já, heldur betur. Það komið að því. Núna starfsemin rauninni komin í gang. Og við getum tekið á móti gestunum og sérstaklega í bæjarfélaginu okkar í Reykjanesbæ og Suðurnesjum. Þannig að þetta stór stund. Þetta náttúrulega búið að vera mjög sérstakt vægast sagt á veiru tímum að vera hefja rekstur það bil sem heimsfaraldur skellur á og það gerist ekki neitt. Já, ég held að sé alveg hægt að tala að þetta sé sérstakt og sérstakir tímar. En fyrir okkur í atvinnulífinu og fyrir starfsfólki okkar, þetta ekkert sambarlegt við það sem að heilbrigðisstarfsmenn hafa farið í gegnum til dæmis. Þannig að þó að þetta sé erfitt að þá hefur við bara tekið storminn í fangið eins og aðrir. Og það er bara æðislegt að geta núna séð fram á veginn og séð að það ný dögun. En ykkur hefur gengið vel að fá fólk með ykkur og fjárfesta og annað, menn hafa trú á þessu? Menn hafa trú á þessu, menn hafa trú á Íslandi, menn hafa trú á Reykjanesbæ og við höfum fengið alveg frábæra aðila inn í liðið okkar, bæði hluthafa og svo auðvitað allir hagaðilar sem hafa komið að þessu og það hafa margir þurft að sýna þolinmæði. Þetta hefur alveg reynt á og við höfum fengið mikinn stuðning og styrk og svo erum við hér í dag í glæsilegu húsi, glæsilegu hóteli sem á sér alveg ofsalega bjarta framtíð, held ég. En þú hefur nefnt og sagðir við okkur í viðtali í apríl í fyrra þegar var allt hér í lás að þú hefðir svo mikla trú á Reykjanesinu. Reykjanesi, hvað sem öllum veirum líður, að þá Reykjanesi ennþá úti og allar þær perlur sem við höfum upp á að bjóða. Og ég held að Reykjanesi muni og hefur í rauninni í gegnum þennan tíma svolítið komið fólki óvart. Fólk hefur sótt svolítið út á Reykjanesi og aðeins uppgötvað landsmenn og ég held að fleiri eftir að gera það núna næstu mánuði og það er að gera að koma og njóta þess með okkur. En svona lokum hægt að spyrja þig eitthvað út í vonir og væntingar á næstunni? Já, sko vonirnar þær liggja í því að við komumst öll í gegnum þetta eðlilega. Væntingarnar eru að við gerum þetta hægt og bítandi og eins og ég sagði við þig áðan og við förum í gegnum væntingarnar eru að þetta verður svolítið árstíðabundið, við bara förum hægt og bítandi inn í vorið og það kemur sumar og bara eins og árstíðnar eru að þá skiptast svo skinn og skúrir og við förum í gegnum það og inn í framtíðina þannig. En það búið að vera langur undirbúningur að þessu áður en hófu bygging og annað, en var þetta draumur hjá þér? Já, heldur betur. Að koma heim og standa í svona verkefni, koma og raunverulega taka þátt í innviða uppbyggingu fyrir Reykjanesbæ og Suðurnesin. Það er bara, við getum sagt, draumur sem að rætast og hann að rætast formlega í dag. Gangi ykkur vel og til hamingju. Takk fyrir kærlega.
Já, við þökkum þeim köppum fyrir spjalli en við erum með örlítið meira frá Marriott hótelinu í þætti vikunar í Suðurnesja Magasíni sem frumsýnt á 50. kvöld í kvöld klukkan 20:30. En við ætlum að ljúka þessu með skemmtilegu myndskeiði frá framkvæmdum við hótelið. Það gerðist mjög hratt og við sýnum ykkur hérna í stuttu myndskeiði hvernig það fór fram á mjög skemmtilegan hátt. Við þökkum fyrir okkur. Verið sæl.